Gauður með stæla, hætt að fucking væla. Ég með drikk sem þarf að kæla. Ég ekki sýst næinn, hættu með þess að stæla. Já! Herra í Joey Cypher Talandi Joey Cypher, tjöfull það gott lag, getur ekki aðeins spila, mér svo gaman að spila lög hérna sko. Það sem ekki útvarps. Já, hérna, ok, hér næst Gauður með stæla hér á þriðjudegi. Já, velkomin í GSM, FM GSM, þetta er fyrir FM þáttinn okkur. Þá hérna lagið Joey GSM, það fucking góð. FM GSM, heyrðu það reyndar Hér lagið Joey Cypher með Joey Christ og nokkur velvöldum Skep, hvað finnst þið góða besta versi í þessu lagi? Þeir eru allir svo góðir Mér finnst samt Þegar hann segir, hver er að passa upp flóna? Já, Það er svo gott sko jú það er örugglega byrjun en samt Aron Kahn Líka þegar Aron Kahn skilur sjátt. Við skrifum ekki textana en endar því þetta er svona lína sem að fokka mann upp og betur skrifa hann ekki þetta vers Það er að hugsa sko Já, líka. En svo er herra samt líka svo iconic eitthvað sko Já, náttúrulega með þetta swag sko. Opnar þetta sko Já. Já, ég fíla En Birnir náttúrulega hann var hæp upp hann að Flóna í þessu. Ég held að Flóni var ekki búinn að gefa út eitt lag. Já, fyrir að hann var bara nýbyrjaður. Var eitthvað nýbyrjaður eitthvað Hver er að passa upp flóna? En já, Tómi, viltu ekki anna Bara velkomin í þáttinn, gleðilegan mánudag Og hann og gleðilegt sumar líka. Já, sumardagurinn, við erum að taka þetta upp á sumardaginu fyrsta. Hörru, já, það er rétt Það er bara Gleðilegt sumar, allir. Það er komið fucking sumar í þetta fucking type shit sko. Officially komið sumar, þannig bara til hamingju allir. En ég held að við þurfum að adressa eitt svona í byrjun þáttar Við erum búin að vera svolítið að sópa þetta We gotta address something. Þannig Já, we've seen the comments. Og sko, já, það er allir að spöru brjálæður því að við séum hættir að lesa comments Og við tókum ákveðin nokkur þáttum síðan að þetta væri að taka svolítið mikinn tíma úr hverju þætti að lesa komment En hann að við ætlum núna svona að halda áfram komment endilega Okkur finnst gaman að sjá komment En við lesum bara upp komment sem eru skemmtileg Þannig að það var svolítið mikið Okkur fannst ekki alveg mega sens að ég lesa upp okkur komment Okkur gaurum að byrjum að spila Fortnite með okkur Já, eitthvað svona Þannig að það var svolítið mikið Ég kannski að svara því bara núna Já, við erum ekki að spila Fortnite með Nei, við erum ekki að spila Fortnite Bara svo lætum okkur frið Hvað heitir hérna, Octavís eða En reyndar All love samt Mér finnst eiginlega uppáhalds kommentar okkar Ég var að sjá núna, ég er bara að opna kommentar núna Ylva is fabulous, munið eftir henni Já. Hún var alltaf að kommenta fyrst þetta Hún var að hendi skemmtileg, hún er með skemmtileg komment Hún var að kommenta hérna Núna bara? Já, ég bara fyrir 28 mínútur minna Hún kommentaði tvisar, hún sagði hérna Ég hlustaði á helminginn af þessu þegar ég átti að vera sofandi Klára þetta á meðan ég er að freestyle sauma ból handa vinkonu minni Hún er að freestyle sauma ból Hvað getur hún, þessi gælaði geggjur Það er fucking swag, Ylva Ég er að sauma right now, also this very amazing og ég skal kaupa buttplug af ykkur. Wow. Býtu, wow. Ég skal staðfesta að við lesum ekki fleiri komment. Já, herðu, ég fatt ekki að... Eini, þú veist, af okkur sem á buttplug er samt Ingi, sko, þannig Ingi er... Voru að tala um buttplug í senast þetta? Nei. Okkur er hún að tala um buttplug? Jú, vorum að selja buttplug. Já. Jú, reyndar. Já, nú fatt ég. Fucking heimskir. En já, ég glemdi að reyta sko að koma að lesa þeim. En já, þetta er bara fínt. Ylva, you're fabulous. Takk fyrir þetta. En ég vil spyrja ykkur hérna. Hvernig er vikan eitthvað búin að vera stakar? Herðu, vikan? Jú. Vikan með Inga. Ég held að þú ert sko... Genuine spurning bara. Þannig að heitir hérna vikan með Gísla Martini. Við fórum þar fórum að leika einhverju tónlistatriði með Ísla hérna daginn. Þannig við höfum farið í vikan með Gísla Martini. Tókum hérna líka við skets með honum hann. Hvað gaurum við stæla? Já, maður segir, við vorum að taka upp hérna hype up skets með Gísla Martini. Hann bauðst til að nota bara alla myndar hann bara, getur komið bara næsta föstudag Gísli Martin er einhver mest næs gæi sem ég bara ever á ævinni tala við Sjöfull var hann næs Það er svona sé í karakter algjör kongur hann var rosalega, bara svona too good to be allt og næs Já, hann alltaf er bara íslenski Jimmy Fallon og starfið hans er low-key bara að vera næs það er svolítið að vera en ég var enda að pæli, þegar þú spurði hvernig vikan einhver þá þáttu hún heiti Vikan með Gísla Martini ég sé fyrir mig þetta 20 ár, þá er Ingi í stólum Vikan með Inga, þá setur hann svona fremstina hvað segir? Þú þarf ekki að gera, var ekki eitthvað sketsapæling á okkur að gera Jú, mér langaði að byrja TikTok-account sem að ég væri ég vona engin stelur þessu en mér langar einhvern tímann hendi svona hvað heitir svona gæði eins og Gísla Martin Talkshow bara mitt eigið talkshow sem væri bara samt á TikTok bara einhverja klippir, ég myndi bara að fá einhverja gæja og ég væri bara að spyrja bara einhverja skrýtna spurningar Já, næs Þannig basically podcast nefnum bara persónulegra Já, bara viðtöl
bara eitthvað flip bara. Já, ég skil En hvernig var vikan? Já, vikan, byrju, já Jú. Það er enda Unnar, þú ert náttúrulega að sína fullu Já, það er kannski gott segvið ég ætla að fara að peppa fólki að það er ekki, kannski hefur það farið fram hjá einhverjum að ég veit ekki, þetta hefur verið mikið á TikTok ég er að leika í söngleik sem heitir Draumur í dós í Borgarleikhúsinu og þarna, það var frumsýningin, það var ekki þessar viku, það var í seinustu viku það var frumsýningin í síðustu viku og ég er búin að sína 3 sýningar þannig að endilega, ef þið viljið sjá mig syngja og dansa á sviði í Borgarleikhúsinu þá farið inn á tix.is og kaupið með á Draumur í dós þið skrifar Draumur í dós og það er alltaf verið uppselt það er bara 2 sýningar eftir þegar þessi þáttu kemur út það er 30. apríl og 1. maí það eru heldur ykkur nokkur lausum miðar þannig að ef þið eru heppin þá getið hann það fundið miða hann er ekki dýr með við söngleiki hann kostar aðeins 5.990 heldur miðin þannig að endilega tjekkja á þessu og Ingi og Tommi þeir eru búin að sjá þetta og hvernig leist ykkur? Við mættum á fyrsta sjóninguna Þetta var glæsilegt þú ert búin að leggja blóðs út á tári þetta síðustu 5-6 mánuðir Já, þetta er helviti marga mánuðir Þetta er þannig að ef þið viljið sjá gott sjó ég get lofa ykkur því, þetta mun ekki vera fyrir mannbröðum þetta er allt mjög hæfileikalegir krakkar sem eru með mér í þessu Ég sett þetta á story, ég er búin að hvetja fólki í kringum að fara að checka þessu Það gengur líka vel að selja en það er alltaf verið uppselt þannig að ef þið viljið tryggja ykkur með þá gerir það tix.is Get your tickets while you can, come on En já, hvaðan að gera ég í vikunni hvað var ég bara að klippa og eitthvað sitt þannig að ég fór enda líka viðtali á RÚV Nei Áttu þetta að segja frá því Var það tengt Draumur í dós? Nei, ekki tengt því það var bara tengt skemmtigerðin What the fuck? Gæðina Siggi Gunnar, einhver kongur á RÚV Siggi Gunnar Hann er svona sköllóttur alltaf í Eurovision og eitthvað svona þið vitið alveg hver þetta er Já, hann er algjör kongur Ég fór í viðtalið hans í þetta viðtalið kom út í næstu viku þá Var þetta svona Þetta er sjónvarsviðtali þætti sem heitir Miðstöðun þetta er nýr þættir Ég var bara að segja fyrir skemmtigerðin eitthvað Fyrsta svona alveg sjónvarsviðtal sem fór ég þannig ég er spenntur að sjá það sko Hvað gerir í vikunni? Ég var á RÚV og í Borgarleikhúsinu RÚV þetta er enda maður living the dream Já, living the fucking dream Já, hann að það var svona svolítið typesitt vika mín Já, maður, kekja Vá, bara að spila Fortnite með þér Já, þið erum mikið að spila Fortnite Unnar að sín í Borgarleikhúsinu og er á RÚV eitthvað Svo við erum bara ekki að spila Fortnite Svo erum við að spila Fortnite ákveð hvort þetta vera John Wick skin eða Laufey skin Nei, ok, reyndar Ég fór í pröfu í The Blue Lagoon Já, þú þarf að vinna Ég er að fara að byrja að vinna morgun Það er líka það bara Menn er að fara að koma í bláa lóni til þess að hitta þið Maður fá mynd Það er bara geggjað Endilega koma að kíkja Þú ert orðin bláa lónstar þú ert að fara að passa på einhverja túrista Já, ég fekk bara velkomin í bláa lónið Það er bara velkomin í bláa lóns fjölskylduna Shit, það er ekki aðeins Já, það er type-shiti sem við erum á sko Ég er spenntur að heyra hvernig það er að vinna þarna sko Ég held að það muni koma góða sögur fyrir podcastið Já, ég sko Þú sagðir að þú var í einhverjum mjög svona óþægilegum fötum eða eitthvað Nei, það var samt bara í pröfni Ég var í einhverjum þröngum buxum og ból og eitthvað skrítið Þú fílar þetta þröngt Nei, nefnilega ekki, ég fíl Nei, ég veit að þú verður Ég fíl þetta lús Þú ert gæði sem að, þú vilt skítlúka alls það eins og þú ert, sko Já, bara Talandi það, ég skrifa líka niður topic, talandi að looksmaksa Ég náttúrulega að ræða þetta looksmaksing með ykkur inn í byrjun, sko Ok Bara þú veist núna er hann komin út, við gerum grína þessu Gaurið sem að looksmaksa, sketsinu komin út Þannig að við erum búin að gera grína þessu Sko, þetta er, hvað finnst ykkur þetta? Við þurfum að ræða þetta Það er þetta gæinn sem er aðal gæinn í þessu hann er, hvað kallar hann? Clavicular Hann er gjörsamlega snaruglaður Já, hann er klikkaður Maður sér það bara svona í andlitan á hans ekki hvernig hann lítur út, bara svona svipurinn á hans hvernig hann hugsa Hann er líka hann er á mörgum eiturlegum Hann er bara sturgja Var hann ekki eitthvað Hann er nýbúin að óverdósa samkvæmt krugli Gaf hann ekki eitthvað út að hann ætlaði bara að hætta þessu núna í einhvern tíma Hann er á svona 10 en hann er svona 30 mismunandi styrum Ég sá einhverja klipp hann ætlar að hætta IRL streama út af það hann getur ekki gert það sober sagði hann Já, hann er eitthvað svona Var hann að taka eitthvað dóp, var hann ekki bara í eitthvað styrum Nei, hann var bara meth mjög bara svona, já meth, bara kók fólk getur við langar vel að tala um þetta því að fólk þetta er komið til ykkur öfgum menn er að tala um það er eitthvað svona sem heitir eitthvað bone maxing bone smashing menn eru með hamar við hérna kinnina meth eitthvað menn er að taka meth þú veist bara mættir Breaking Bad þetta er ég er samt ekki þessi Clav ég held að hans er hann ekki bara eini bara að taka eiturlyf og eitthvað ég veit ekki er það partur af að looksmaxa þú þarft ekki að fara allir sína leiðis looksmaxa ég er að pæla ætla að sé einhver Íslendingur sem er búin að falla fyrir þessu 100% við byrjar eitthvað bónsmessa sig við vona ekki maður nei, bara stay out of this við görum stæla stiði ekki looksmaxing
Nei, þú veist, ég sko Ekki út af- svona náttúrulega- looksmaxing, Nei, náttúrulega looksmaxing byrjaði sem bara eitthvað svona Bara eitthvað voða saklaust, bara eitthvað. Já, bara fara í gymmið Já, og bara já, líta já, vel þetta út er og gott, eitthvað en sko. þetta er bara komið út í að þú ert að taka dóp og eitthvað til að líta vel út Já, bara, einmitt. og Þetta- sprauta sig og eitthvað bla bla bla, Þetta- skilur Svo var ég ekki hugmynd svona Sleppi. hvað er þetta að maxa, það er þetta að maxa allt skilur, ég fekk hugmynd að nýja orðið. Ég er á Hvað- Fortnite maxa, Já, þú sko. ert Fortmaxing, já. Ertu komið laufæskinnið það? Nei, ég reyndar ekki, ég get keft það, en ég kefti það ekki, sko. En sko, ég fekk hugmynd að eitthvað sem heitir Podmaxing að Ok. hlusta eins mörg podcast sem maður getur ég hef verið að Podmaxing á þess að fatta að þetta sé Podmaxing. Já. Ég var eitt sumar að vinna í fiskvinnslu 2022 og þar ég fekk aðeins eftir á þessu þá var ég, og ég var svo heppin ég fekk bara gett easy vinnu í fiskvinnslunni. Flesti þurfa að vinna við að skera fiskvinnsluna. Já. Ég var bara að vakta eitthvað vél, ég var bara að setja eitthvað klaka í box allan daginn eitthvað Já. og gæti svolítið mikið bara chillað. Ég var að vinna 8 tíma á dag, þannig að bara tíminn leið mjög hægt, en út af því ég var bara með podcast allan dag og ég var gjörsamlega podmaxing my day. Ég skipulaði daginn út frá hvernig podcast, hvaða podcast hlusti. Ég byrjaði daginn á okkur podcastu, veistu svona, ég svona byrjaði á okkur svona fræðslu podcasti, svo fór ég eitthvað sögu podcast, svo fór ég eitthvað svona spjall podcast, svo fór ég eitthvað viðtals podcast. Nei, og ég var bara gjörsamlega, ég podmaxaði bara í drast bara heilt sumar og svo tók ég svona tónlistapásu svona milli hvert podcast, hlustaði ég 3-4 lög, Drake-lög alltaf klukkan 10 og 11 ég var með gjörsamlega, maður var svona geðveikur sko. Það tengir alveg margir við þetta pældi, það er einhver að hlusta á þetta núna í vinnunni bara eitthvað á einhverju lagar og bara sjátt á þig sem er að hlusta á þetta í vinnunni sko. Það er heiður að fá að vera í eyrunni. Tónlistamaxing þegar ég var að vinna í bænum einhvern tímann. Ég mátti ekki fara í síman, ég mátti ekki vera eitthvað í símanum og svo skanna eitthvað á vörur og eitthvað kjafta það. Þetta var bara ömulega vinna. Ég var bara einn í mánu, hvort sem er, ég var bara með þess að vinna í mánu. Nei, ekki gefa Þetta var bara við kassa Já, einum búð. Já, við viljum ekki segja. Ég var bara með Airpods og ég mátti ekki eins og vera með Airpods. Já, ég var líka að vinna í ákveðni búð, ég verður að sagt hvað þessi búð heitir eins og en Engi, taka Airpodsana úr. Já, ég hef alltaf skammaður að vera með Airpods líka í einhverju búð sem það var heldur þreytt. Já, alveg Hey, þreytt God forbid, má ekki aðeins gera þetta er nú. Ég var alltaf að sníka úr, sko, tók hérna. Já. Það var að með það. En þú veist, að vera með tónlist, það er það sem að bjarga þér, sko, í svona dag, sko, þannig Já. alveg skrítið að maður má ekki vera með pots. Já, En, það er kjátt aðeins, sko. En já, heyrðu, svo var líka eitthvað sem gerist núna á döfinni Sigga Ósk var að vinna Ungfrú Ísland. Já, Hey, Við come on! erum bara til hamingju með það, Sigga Ósk. til hamingju Sigga Ósk, já. Við erum búin að tala svolítið um hana, hún er búin að vera umræðefna. Tommy vill mjög mikið tala með Hún hana. var þetta í FaceTime-liðinum og svo var einhver öðru liði líka. Já, hún var í FaceTime á einum, þetta er bara 2 skipti sem ég hef sagt hennar. Já. Núna 3. Sem ég hef talað um hana. Já, það er, þú veist, það er bara stundar sem Setur að það segja. mig. En hún er geggjur, hún er okkar kona. Já, hún er, já. Líka fjallmyndaleg, mjög myndaleg, já. Hugguleg kona. Ég var svona að spá, er ekki Mr. Iceland? Já, heyrðu, þetta var eins og þetta var fyrir svona 20 ára síðan. Þetta er Herra Ísland. Herra Ísland, já. Af hverju var það? Hætt, ég veit ekki hvað það hætt. Já, þú veist, er það, þú veist, ennþá, það er ekki bara nóg stórt, eða er það, þú veist, er það bara, þú veist, alveg bara off, eða? Það er bara alveg off, sko, já. Já, ok, shit. Þetta hefur ekki verið í 20 ára, en sko, en þetta er góð umræða, hver myndi keppi þessu, svona, Ég? Sko, já, það eru nokkuð sem, jú, allir þessi tónilskjörar myndi allir fljúa þannig. Adam Helga, hann myndi koma sterkur inn. Helgi T, miklu upp aldrei, ég með smá krossi á honum og hann að Kristján Sainz, allir þessi tónilskjörar, Kristján Sainz, Egil Æri. Þeir geta allir labbaðan inn, sko. Í þessa gauðra, sko. Gaman er langt. Ef við væri að spila fyrir hitlið, þá myndi ég heyri þeim, sko. Jú, ætla maður myndi ekki gera það? Jú, þannig að, já, þeir eru svona, þeir eru heldur sex. Fengi fokkin á það. Ég datt úr maður. Hverju væri fleiri, þú veist, maður dætti upp bara um tónlistmenn, Flóni, Birnir, en einhver svona aðri. Rúrik. Já, endalega. Það gerir hann ekki bara, hann myndi bara það myndalega, hann myndi ekki keppi í þessu, sko. Bara Rúrik aftur, 13 ári í röð. Já, það er svona smá svinn, sko. Einhverju leikarar, eitthvað svona. Það er fullt af leikum, veist, jú, það er fullt af fallegu fólki. Ég veit ekki okkur er það hægt, sko. Já, veit ekki hvernig, kannski ég er að tala um. Já, endilega kommenti hérna ef þið vitið að kommenta. En þannig að, sko, hvernig er valið, hver vinnur? Er þetta bara dómnefnd, eða? Jú, þetta er eitthvað dómnefnd, eða ekki? Er þetta ekki bara eins og Eurovision? Já. Er þetta samt, og það ég sé líka alltaf að tala um, komið með, þú veist, eitthvað svona, það er að æfa lappið og, þú veist, er eitthvað svona að vera að dæma út frá því, hvernig lapp, ég veit ekki. Þetta er bara lúk. Jú, þetta er appearance, þetta er líka kannski svona persónleiki og svona líka. Ég held það, sko.
Það reyndar einu mjög fyndin klippa, ég man ekki hvort persónuleiki? Ég held að það var ekki íslensk stelpa. Það var einhver svona Miss Universe gæla að svara einhverjum svona spurningum eða svona, kom eitthvað svona kvót og eitthvað og hún bara fokkaði alveg upp, þetta var eitthvað svona and Croatia, bara eitthvað and live life and be a good then this is here, bara eitthvað fokkaði alveg upp eitthvað, ég man ekki hvort það var Íslendingur eða eitthvað annar. Fokkið fyndi. En heyrðu, ok, við erum að fara að keyra þessi eitthvað, ég peppaði fyrir þessum þætti. Við erum með stúdfullan þátt af glænýjum liðum, ég er allar með nýja lið. Ég er líka með nýja lið, já. Ég er ekki með nýja lið, en þetta er liður sem er ekki búin að vera að nota það mikið, þannig hann er svona semi. Þú erum með Satt eða Logið, eða ekki? Satt eða Logið, já. Ok, cool. Já, hann er alveg miklu uppáldið á mér, ég fíla þann leik. Ég er smá smeykur fyrir þínum nýjum, þú varst að tala um að þetta var mér langar að ríða á postuna, ég ætla að byrja honum bara. Ég er að kynna nýja lið. Þú ætlar ekki að segja hvað þinn er fyrir að byrjum. Nei, ég skal bara koma með surprise. Þú kemur með hann förum bara næst í hann, eða ekki? Ok. Endum á Satt eða Logið. Sko, ég er með lið þetta er hljóma mjög saklaust, en innihaldið er brútal. Hann heitir Hver er líklegastur? Og ég ætla að vera með í þessu lið. Því í staðan fyrir að vera með, við höfum farið í hvor er betri, þá var þetta keppni með Inga og Tomma, reynda senast keppti ég og Tommi í þessu, Ingi á með þetta. Við höfum verið með bestu vinnakeppnina, sem að Ingi og Tommi keppast líka hvort ekki hvort betur. Núna ætla að vera bara með hver er líklegastur og ég ætla bara að vera með í því, bara ég get verið líklegastur, en þetta er ekkert venjuleg hver líklegastur, þetta er hver líklegastur hardcore, þetta er 18+, þannig að ef þú ert yngri en 18 þá mæli ég með að fara frekar og hlusta frekar á léttbylgjuna, inni þegar þið eru til í þetta og fuck it, gerum þetta. Ég var næst búin að vera með þennan lið í dag, ég var að fara við listan á hann, ég var að leita okkur nýjum liði og ég var næst búin að skrifa eitthvað stöf niður, en ég gerði það ekki. So you're lucky, it's your lucky day. Já, it's your lucky day. Ég er smá hræddur, sko. Það samt bara svona 3 sem eru gróðar þarna. Bara 3? Já, ég er með 7 spurningar. Já, ok, shit. Ok, fuck it, bara plásturinn af. Let's go. Tökum þetta frá okkur. Þetta byrjar létt bara. Hver er líklegastur að falla fyrir scam? Hver er líklegastur að vera scammed? Ok. Já, ég veit, þetta er Tommi strax. Hann er alltaf að borgi eitthvað. Aha. Nei, hvað meinarðu? Er ég alltaf að borgi eitthvað? Nei, ég er ekki að borgi neitt. Það borgi eitthvað. Mér samt sko, við höfum rætt sko að Ingi var í hvor er betri, þá vann Ingi hérna spurninguna hvor veit meir tækni, eða svona hvor er betra á tækni. Ingi fekk það. Ingi er samt alveg smá vitlaus stundum sko, en hann er samt, máli, Ingi er svo mjög klár á internetið, þannig að ég held að hann myndi ekki, hann er ekki að. Ég skal taka þetta með, ég er með sögu hérna. Ég hafi ekki fengið svona frá postinum, bara eitthvað, hey, þú ert með post, en þetta er alltaf bara eitthvað scam, maður myndi fá frá posthúsinu eða eitthvað. Og ég fór bara, pabbi var að fara að ná eitthvað, og ég bara, hey, já, ég fekk notaðu kissinu og ég bara kom með þér. Ég var ekki, hey, já, hérna, ég er með hérna, já, þetta er bara ekki scam. Geggja. Nei, ég held að var reynd að skemma mig í dag á eitthvað TikTok-reikningi þínum eitthvað þú verður að logga, fæstu líka? Já, ég held það. Ekki skróður þinn? Nei. Þetta er bara, fattar þetta að skemm strax? Ég bara samþýði þetta ekki. Við erum að finna út live. Ég veit ekki hvort þetta er, TikTok verification eitthvað. Já. Er þetta ekki bara frá TikTok? Staðan, jú, þetta er, nei, ég held þessi bara, ok, Tommi, þú bara að gefa þetta upp. Nei, þið eru að fá þetta báðir, þið eru, hvað? Það er bara að reyna að skemma okkur báða. Nei, þetta er beint frá TikTok svona. Já, ég segi, þetta er beint frá TikTok. Skemmerar í dag eru góðir, sko. Já, ég meina, þetta myndi aldrei vera íslensku þessu pósturveldi, þess vegna held ég þessi skemm. Það myndi ekki Já, líka það. En ég held að Tommi var hann að gefa þetta upp. Ná, ok, þú veist. Já, þú veist líklega. Samt, þú veist, ef ykkur gæmi senda mig, hey, send me $1,000, I save your family. Ég er ekki að tala um svona, skemm í dag er ekki þannig. Skemm í dag fara ekki bara svona mjög gott skam. Já, þannig eru skemm í dag, skilur þú veist. Ok, ég var reyndar einu svona skemmar að smitten. Ég ná ekki að cancela subscription. Þú veist, eitthvað bara 20 skall smitten. Núna bara. Smitten. Og ég líka sendi á það hérna DM eitthvað. Ég líka sendi eitthvað svona, hey, sorry, getur þið cancelað my shit, eða? Og þeir bara eitthvað, hey, senda mail. Ég bara eitthvað, ok, fine. Og ég hérna sendi mail, bara eitthvað 3 mánuðum eftir, ok, þetta er komið, bara bro. Ég er löngum að senda mail, sko. Smitten, ég er að kála ykkur á núna, sko. Já, rétt. Nei, Smitten, ég er sponsor. Þið skuldu honum 100 mats. Já, skuldu mér. Já, samt, ég, þú veist, ég hef oft fengið eitthvað svona, hey, ég vona,
do this, eitthvað, ég bara nei. Eitthvað svona, don't you wanna do this? Já, stundum eitthvað svona, hey, wanna do this? Hey, you wanna do this? Oh, nei, þetta scam. You wanna do this? Ég er bara búið, Nei, ég ætla samt að segja ég vóta Tommy. Veit þú líka? Já. Ok, það var 2 á þeirri, ok. Já, við getum kosið alltaf. Já. Þannig að komum út líklega svo allir scam. Ok, svo aftur svona svipaðum dúr. Þetta er svona einn af þessum brútalandan. Hver líklegastur að falla fyrir catfish? Ok. Þetta við gestum minn. Ok, það er líklega. Bara í 7. bekk eða eitthvað. Þetta við gerst við mig. Já, í 7. bekk. Ég var eitthvað að senda á einhverja stelpu á Instagram og hún var eitthvað til í mig og við vorum saman eða eitthvað. Byrjuðu þið saman? Já, þetta er í 7. bekk. Aldrei hitt hana? Nei, aldrei hitt hana. Hún bjóð á Spáni. Hún bjóð á Spáni en hún var íslensk. En svo allt í henni... Vissu þú ekki það þessi? Ég held að það var besti vinni. Og ég var ekki að senda eitthvað og svo bara, ég verð að blokka eitthvað, mamma er að taka síman á mér, ég er eitthvað, okkur er þetta að blokka mig þá? Hún er að taka neti af, ég bara, herri, hvað þetta meikar enga sens. Svo fann ég alvöru Instagrami hjá þessari gælu og ég er eitthvað, hvað, okkur varst að blokka mig? Ég er ekki að gera það, What the fuck? Var það alveg gæla en hún var með eitthvað fake account líka og reyna... Nei, þetta var bara einhver random gæi. Gæi? Já, örglega. Ég veit ekki, einhver catfishaði mig bara. Þannig að þetta var eitthvað random gæi bara Spáni bara og þú varst bara eitthvað að byrja með einhvern gæi? Nei. Eitthvað perri á Spáni að reyna. What? Sendir þú fyrst á þessa gælu inn á svega? Já, ég og vinn minn vorum eitthvað svona, tölum við einhverja gælur eitthvað. Og hvað fannstu þessu gælu? Instagram. Hvað mennur, hvernig bara Varstu bara searchaði bara eitthvað random suggested account bara Ég manna ekki, þetta var bara spin the wheel suggested account eitthvað Come on, gonna talk to today, boom En já, svo fann ég alveg Instagrami hjá henni Þetta var bara sama profilmynd og allt Þannig að var hún til? En þú sagði að það væri gæi svo Já, nei, ég veit það ekki Þetta var bara einhver random Instagramið hjá hverju? Þetta var ekki hún, þetta er catfish, hvað meina? Ok, hvernig Það var örgulega bara einhver gæi fyrir baku, aftan hann að síma, skilur mig Að catfisha mig Já, þannig hann var að Þannig að þykist vera gælan Þykist vera gælan, já Gerðu þið fucking stúpid Þú varst að segja bara eitthvað allt annað Þú ert að segja þetta fyrst Þetta var bara, við tókum smá tíma að það útskipta Það er gæi að þykist vera gæla Það er næst spurningu en ég held að Ingi sé bara búin að með þessari sögu þá er Ingi líklegastur Það er eitthvað traumatizing Ekki sammála því Ingi, þú varst líklegastur þess að vera catfished Jú, ég var catfished Þú ert búin að vera catfished Ingi var stiði Ok, númer 3 Ok Já, ég ætla að byrja ekki að stiði hérna Ok, númer 3 Hver er líklegastur að vera sköllóttur? Ok Reyndar Og ég segja bara hver er líklegastur sköllóttur fyrst af okkur Já Hvernig eru genin málið? Það er nefnilega sko, það er myth að þetta komið frá mömmu fjölskyldu. Þetta kemur bæði frá mömmu og pappa. Náttúrulega með sagði mér því. Hvað bullshit? Nei, það er rétt. Nei, ég myndi halda að það sé rétt. Ég myndi halda Hver heldur að það sé bara frá mömmu fjölskyldu? Það er bara, það hefði aldrei heyrt það, þetta kemur úr móðurætt eitthvað. Jú, ég hef reyndar heyrt það. Afiðin skilur mömmu. Ok, ég skal bara byrja. Já, Tómi. Pabbi minn er sköllóttur. Þannig ég held að þú myndir Hann misti hárið í dag Hann eitthvað misti ekki hárið Er þetta byrjað þinnast á þér? Nei, ég held ekki Nei, ég er ekki bara góður Jú, þú ert þetta með góða hárlínu Já, ég er ekki bara flottur Jú, þú ert nefnilega með mjög góða hárlínu Ég er ekki að vera með McDonald's sko. Ég gerði sakkur upp Ég gerði þetta í Jake Paul Já, ég veit Pappi er með svona, þú veist M Hann er ekki með neitt hár Jú, hann er samtalið með hár Svona hér og hér, skilur Hvað veist þú? Hann er brotta Hann er bara komin á hann aldur Pappi minn er með fínt hár sko Pappi er með geggja hár Hann er bara með fókin þykkt hár Ég er alltaf að jókja hann Hann er alltaf að vera meira gráharður Skilur, og hann er alltaf að klippa Hann er með, augabrýrnar Hann er alltaf að fá, grá og hvít hár Hann er alltaf að klippa hvítu og gráu hári Ég er bara, pappi, þú verður að hætta Þetta er stundum sérstall, hann er búinn að klippa bara Klippa þetta eitthvað lilla Pappi, þú verður að hætta þessu Er hann með þykkt hár Hann er með þykkt hár En samt er að byrja að grátt, já, bara eðlilegt Já, pappi minn hann er alveg að byrja að bólda Hann heldur hann þá í það, sko
Já, en það sé samt alveg að hann byrja þennast. Og þú veist, og mömmu minn var ætt, þú veist, afi minn, hann var með bara full set of hair, bara 8 ræður, sko. Okay. Þannig að ég held ég sé svona í ágætum honum. Ég finnst það líklegt þegar ég komur svona frekar svona, ég komur seint á aldur, ég held þetta er svona 50-60, þá munir þú örugglega byrja að eitthvað að þinnast hjá mér, sko. Kannski 40-50, ég veit það ekki. Ég meina þið eru báðir bara flottir núna, sko. Já, við erum góð. En fyrst að pabbi þinn er, hvað er pabbi þinn, 25 eða eitthvað? Hann er mjög ungur, eða ekki? Hann er, hvað, ég leggjast kannski 43. Já, hann er heldur ungur. Já, hann er, já. Hann er orðinsköldur og hann er búin að vera í smá tíma, eða? Já, jú, alveg í ykkur 5 ára eitthvað, veist, hann var alveg með, skilur, var alveg byrjað að sjálfst alveg fyrir kannski, já, svona 10 árum með eitthvað. Já. Og svo bara svona, já, bara svona... Já, þú er aldrei þess pappa en maður sé bara svona. Nei, en já, það er þá, já, bara ég. Já, þú ert líklegastur, þannig að þú ert líklegastur á sköllur. Já. Þetta er skemmtilegu liður. Já, þetta er flottur liður. Þangað til að fyrir með næsta spurningu. Bruh. Þannig að hver er líklegastur til að kaupa kynlífsdúkku? Ok, ég hef oft talað það að Ingi er graðastavinur minn. Já, ég líka. Þannig ég held að sem að setja Inga. Ég skil ekki eins og okkur Tommi segir að ég sé graður, ég er ekkert graður. Ingi, alveg hinskilin. Áttu kynlífsdúkku? Reyndar, það er ekkert, það sko væri ekkert sjokkið og bara ættir eitthvað svona kjálfur. Nei, já, ekki svona. Það er mom's life, já, ekki neitt. Það kæði mér á ekki óvart ef þú myndir allt í hún að segja kaupa þér svona. Eitthvað múfi, pocketpussy, eitthvað svo leiðis. Ég sé svona uppblásna konu svona einhvern veginn. Nei, það út af, ef þú ert að kaupa svona, þá mér líður bara eins og það sé dálítið down bad. Hafið þið séð svona molded, eitthvað svona pussy, eitthvað, ég get ekki talað um hvað er að gera. Það er að kaupa blössu, eitthvað svona, afsteipi af einhverjum klámst. Þetta er svo galið, sko, svo veikt, sko. Já, þetta er smá, já, ég veit ekki hvað ég á að segja þessu, Ingi eru búin að forrita eitthvað Ég reyndar Tommi á einn titrara held ég. Nei, ég haf ekki titrara. Ég opnaði skúffuna sinni og sá ég ekki bara bleikan titrara. Ég er ekkert að vinna með það. Ég opnaði hérna aðeirbygginu, ég heyri bara eftir þetta hljóð. Fór bara skúffunni hérna hliðin á rúmunans. Það var bara skúffan titrara. Já, ég þurfti bara að slökka á þessu og snertir þetta, shit. Þetta var alveg stikki og allt. Þú er búin að þvoa mendunar eftir þetta? Þegar var þeim fyrst, sko. En ok, hver er líklegastur? Ég held að sé bara enginn á okkur, en bara ef það Ingi er graðasti vinur minn, þá myndi ég velja Inga. Nei, ég myndi velja Tómas, sko. Ég segi Ingi, sko. En Tommi er samt alveg með, Tommi er, hann er svona, Ingi er meira opið með, Tommi er með He's a sick bastard. Svo er hann allir með bara eitthvað onni í gólfinu. Hann er bara með svona secret hurð. Hann er típan sem er með eitthvað svona secret dæmi undir. Hvað er það að tala um þetta? Hún er bara svona... Við erum að mæta. Ég var ekkert að grínast því að ég sagði þetta 18+. Tekur svona málverk frá. Ok, þið fá báðir stíl. Ég elskar að ég hef sloppið þetta. Ég skal ekki slappa á mig. Það er 2-2 fyrir ykkur. Ég er ekki komin eitt stegi. En ok, ég geti komið sterkur þetta næst, en samt eiginlega ekki. Númer 5. Hver er líklegastur að stofna hamborgarastað? Að opna hamborgarastað? Er þetta ekki... Ég elska hamborgarastað. Þú hefur verið í samstarfi með Yuzu. Já. Þannig að þú ert svona... Ég myndi opna einhvern stað með Hauk bara, eða ekki? Já, Tommi aftur á móti. Yuzu the 69. Tommi aftur á móti elskar ég er matgæðingur mat, sko, þannig ég sé hann meira fyrir mig svona ég er líka góð hann gæti ekki reki hvað sem er það ekki það reki hamburgerastað okkur ekki það myndi borða þetta já, út að hann segjum bara að er enginn að koma hann bara að ég kukka bara eitt hamburgera svo allt í nau bara er allt farið skilur já, hann er orðin 200 kíló bara við klárar að læra bara herfum við vorum að flytja þinn ég tók með mér heim bara 100 burgers bara sorry krakkar að borgar í matinum og hinn það væri bara svona eitt slow dagur og þú væri bara búin að kukka upp 5 borgara já, sko, ok, ég er matgæðingur já, sko hann væri svona með í vasanum tilbúin oh my god nei þetta er bara komið en ég er líka bara góður að elda og ég oft grilla burgers og myndir þú segja að þaðan kemur bumban nei, hann er ekki með bumbu nei en á ég tala um burger í vasan félagið minn, no joke eitt mjög góð vinn minn hvað er það að segja núna? ég veit ekki félagið minn myndi borga hann gerði þetta eins alltaf, hann er held í þess að hætti þessu núna hann var svona úrlingur þegar hann var að þessu alltaf þegar hann var að borða eitthvað
hann hikaði ekki við að setja mat í vasan einu sinni var hann hálfnaði með einhvern hambúrgara og við erum að fara já ok, staðan fyrir að bara halda á hann og borða hann og sett hann inn í vasan bara þú veist, ekki í plasti ekki í papparinn, bara straight up frám og bara beint í vasan og var alltaf að taka hann upp að borða þetta galinn höfðin sko. What the fuck og hann gerði alls konar mat svo var hann bara með tómatsósu í vasanum kjúkling, hann gerði alls konar vefjur ég persónulega hata sko ég bara, það er bara ekkert meira en ég hata en að vera klístraður á puttunum. Já, ég líka. Ég geti aldrei gert þetta. Við líkið það kemur þessi. Ég fíla ekki heldur, sko. Nei, hvað menn? Fæ ég ekki klastan heldur? Þú ert alltaf þú ert smá klístraður gæi. Já, ég er örugglega mest skítugur af ykkur öllum, en... Líklega ertu þetta skítugur. Já, nei, sko... Dirty mouth. Ok, ég fæ mér ennilega með bjór. Ég segi Tommy. Hann myndi opna einhvern hamburgerstað og hann myndi floppa út af vesen það er tekið nafnið Tommy's Burger Joint, hamburgerból Thomas það er enda skellur sko það er tekið sko, en það myndi kalla þetta frekar bara Tomma, það er Tommaborgar, þetta kallar ekki Tomma ég myndi kokka bara eitthvað gott nafn Terry Tommy eitthvað Terry Tommy Burgers Terry Tits and Burgers Tits and Burgers, já það er flott en ég ætla að gefa þér stig Tits and Burgers þetta væri bara þú í svona bikini já að elda matinn en ok, nú förum við næstur Okay. Tom er að vinna þetta. Ég rústa þessu. Reynir að vinna sko, ef þú fær senst stig, þetta er rauninni 4-2 sko. Já, þetta er svona hittur og missus, það er gott að vera að opna á hamburgerstað, svo er ekki gott að vera að köpa í kynlífstúku og sköllóttur, ég skil ekki hvernig ég fekk þetta er eiginlega slæmt að vinna þetta, en þannig að Tom, þetta er ekki góðum stað sko. En ok, jú, þetta er alltaf eitthvað slæmt, því að númer 6 er hver líklegast að gerast meðlimur í kulti, að joina kult. Ok. Ég muni eftir fyrsta þetta, þá var ég með hvor var betri kultlítar en núna er hver myndi að vera hinum endanum, gerast meðlimur. Ég held ég var að segja þú. Ég? Já, allt í einu þú bara ég fór að svona kirkjunni eitthvað svona veistu hvað, já þegar þú segir það sko þú ert sammála, ok, jú þú er eitthvað svona söngleikjar kult eitthvað svona, þú byrjar að leika bara í einhverjum svona sýningum eitthvað svona sína eitthvað skrítið shit eitthvað þið er eitthvað já, ég er lóki í kulti, ég er lóki partur af kulti í þessum söngleik sem ég er í, þetta er lóki í kult sko geggja kult. Ættu að byrja eitthvað sketsa að gera kult eitthvað sem ég byrja að bjóða einhverjum fólki alltaf svona eitthvað samkomur eitthvað svona alla 50 skuld eitthvað. Nei, þessi kult er svo skrítið þetta er hræðilegt sko, sko, en ég veit ekki, ætli að ykkur sé samt ekki líklegast sko, en ég mér veist þetta svona svona kult dæmi, ég hafa svona í magan að hugsa um þetta já, ég líka, þetta er alltaf eitthvað vond sko. og það maður byrja alltaf að hugsa um eitthvað nasty kult já, ég veit ekki alveg hvað kult er en ég veit hvað það er ég veit ekki hvort ég á að líta illa er til gott kult ég ekki sko, ég horfa alltaf með sögum ég hef ekki, nei, þú veist, gott kult það er ekkert mikið nei ég vill ekki gefa þetta stig en fuck it, þú bara fara þú vilt vinna þetta? Nei, bara þetta er ekki gott stig nei, en þú vannst þannig ég gef vinnar þetta sko þú er stoltur af því herru, síðan spurningin hver líklegast þetta að drekka sitt eigið hland? What the fuck bara já, hver er líklegast ef við hugsa um þetta ángriðs hver myndir segja svona að hugsa fuck it, ok, ég ætla að drekka pissinu og bara einn heima, þú ert feelinga freaky Stafan runga þá drekkur þú pissið þitt Ég hef gert þetta Nei, ég er að teka Það er smá að fokka ykkur En ég er samt sko Ég er svona type of guy sko Þú veist, ef ég missi einhvern mat á gólfu eða eitthvað svona Ég er ekkert Þetta líka því við að drekka piss Þú ert að pissa og pissar orðið gólfu og sleikir á bröð Þetta segja hvað þið gera Nei, þú veist, boys Ég er svona guy sem er ekkert Ég er ekkert mjög svona klífigjarn eða svona Ég er ekki þannig típa sko Þú fílar samt Varst ekki að segja að þú hatar hann með klístur á höndunum Jú, en þú veist, ég er að tala um svona Ég myndi borða bara svínatippi eða skilur þú veist Mér er alveg sama Þú myndir borða allt basically Myndir þú borða mannatippi? Byrði? Nei, það myndir borða svínatippi Myndir þú borða tippa manni líka? Ég myndi alltaf að Nei, ég er líka sáls Nei, ég myndi ekki gera það Hvað hætti það að spyrja mig? Ok Já, þetta var hann En ég sko, þú veist Myndið þið drekka piss, eða? Nei En hver er líklegast? Hypothetically Já, hypothetically Er Ingi ekki svona, hann þegar hann er heima á sér hann ekki að gera fullt af skítunum hann er að prófa hlut, þú veist hann er að prófa að setja kanil í raskat á sér hann sagði mér þetta What? Nei, ég er hann ekki að prófa fullt af shit hann elskar að setja spicy hlut í raskat á sér Hvað kemur þetta?
Mér ekki segja bara Ég myndi segja Tommy, sko. Alltaf þessi. Ég er alltaf ílók. Ég myndi segja Tommy, hann var einhvern mann í öðrum bekk og bara, ég veit það ekki. Öðrum bekk. Var ég ekkert mann í öðrum bekk, hvað mennur? Við vorum allir í öðrum bekk, sko. Nei, ég meina, maður hefur borað sand, maður hefur gert þetta á þessum aldri og allt það, Já, þannig þú voru örugglega að pissa upp í munnin eða eitthvað. Já, pissaði mér í munn. Nei, ég veit það ekki. Æ, fuck it, ég skal bara taka þetta Stefán. Já, fuck it. En þá varst þú að sko að vinna þetta. Til hamingju Tómas, Ingi, þú vannst 5-2-1. Þannig að þú ert með 5, Ingi á með 2 og Unnar á með 1. Það var eitthvað að fagna þessu. Þú ert líklegastur, þú vannst hver líklegastur í fyrsta skipti en svona vesta-version eða svona vesta... Ég myndi drekka piss! Hérna, sko. Já, og vannst þannig að falla fyrir skam, að vera sköllóttur, þú og Ingi deildu stíðinu að kaupa kynlífsstúku, að stofna hamborgarstað og drekkistæði í land. Þú er bara svolítið líklegur gæi, sko. Já, ég er líklegur gæi, sko. Ég er líklegur til alls, eins og maður segir. Samt ekki. Hann er líklegur til alls. Þessi liður er komið til að vera. Ég finna það mér. Þetta var skemmtilegur liður. Já, þetta var mjög skemmtilegur. Já, ég fíla þetta. Ég er hann að skapa góður umræður, sko. En herðu Ok, þá ég búið með minn lið. Hvað, Tómi? Skjærablaðsteinn? Já, fær í Skjærablaðsteinn. Skjærablaðsteinn? Já, ok. Annarkvort Salti að logið eða... Já, bara hann kynni liðið sinni ef hann vinnur bara. Ok. Er það 3, 2, 1, sína? Skjærablaðsteinn, boom. Þannig, 3, 2, 1, boom. Já. Ok, Skjærablaðsteinn. Nei, já! Þeir eru báðið með eitthvað Þú ert nýbúin að segja 3, 2, 1, boom. Ok, segir Skjærablaðsteinn, hver segir 3, 2, 1? Það er mjög skrítið. Ok, þetta er svo. Skjærablaðsteinn, go! Skjærablaðsteinn. Ok, let's go. Ok, á steinn. Á Unnar steinn. Ok, 1, 2, Skjærablaðsteinn. Búm, ég byrja. Þetta er ekkert eitthvað rosalegt, sko. Nei, það er alvarlegt eitthvað. Fyrir það sem er ekki að horfa, Tommi valdi stein, ég valdi skæri. Já, bara svona fyrir það sem vildu vita. Já, ég skil. Ok, ég er með glænýjan lið sem heitir, ég kýs að kalla hann Peningatal með Tomma. Ok. Hefur ekki verið með þetta áður? Nei, nefnilega ekki. Ég ætlaði að vera með hann daginn, en cancelaði svo. Já, shit. En ég er búinn að uppgreita hann. Og við erum að giska á verðið, eða ekki? Jú, þú veist, það er hvor er nær? Þetta er skemmtileg lið. Hvor er nær? Þetta er hvor er nær. Þú er peppar rétt að maður. Þetta er góð liður og ég er hérna með 5 atriði sem þið ætla að giska á. Og ég ætla að byrja bara á ég ætla bara að byrja þessu. Já. Hvað kostar glænýr LaFerrari? Er þetta bara Ferrari bíl? Ég er með mynd á þessu. LaFerrari, er það flottasti Ferrari hérna? Ég uppaði mynd á skjáin bara? Ég ætla að setja mynd á skjáin. Mér finnst þetta að vera flottasti Ferrari. Og fun fact hérna, það eru bara til 499 stykki. Þetta er mjög rare bíl. Ok. Þannig... Já, ok, þetta er mjög rare Ferrari. Eins og þetta getur verið einhver staðar frá hann að svona... ég veit ekki, ég er að hugsa í evrum, sko. Já, ég hugsa líka. Nei, þetta er allt í dollars. Dollars, ok, $1 million. Og þú veist, ég ætla líka að gefa ykkur smá hint. Þetta er allt, þú veist, ég er með 5 hérna dæmi. Þetta er allt mjög svona galið dæmi, sko. Þetta er fucking dýrt. Já, fucking dýrt. Ég elska dýrstöf, sko. Ok. You could say I like the finer things. Ok, vilt þú byrja, Ingi? Já, ég... Skiptumst á að byrja. Það er bara til 400 svona í heiminum. Já, það er samt mikið. Þannig... Þið samt megi svara í íslenskum krónum. Það er ekki rappar alltaf LaFerrari. Það er þekkt, sko. Ég ætla að segja, mér líður svo að þetta er annarkvort eitthvað $1 million dæmi eða billion. Ég get stoppað þarna mikið, það er ekki $1 million. Ég ætla að segja 500 million dollara. Ég held þetta way off, en hei, þetta er læst. Ég veit ekki. Ég ætla að segja $30 million. Ok, ég reyndar gleymd að skrifa hvað þetta er í dollarum, en þetta er 400 íslenskar. Herri, ég bara neldi þetta? Er það? Nei. Ég get tjekkað það núna, sko. Það er $4 million. Það er svona $4 million eru 400 miljonar íslenska cirka. Og ég sagði 500. Þetta er það sinnum 100. Þetta er 3,2 M. Nei, beti það? $1 million, já. Jú. Fuck, ég var 3,2 M. Já. Þú sagði 500 M? 500 M er svona cirka 50 miljardar. Já, galið. Og því 30 er svona cirka $30 er svona 3 miljardur íslenskar. Já. Ég sko, ég var nær.
spurðu eitthvað svona, hvað kostar léttmjólk eða eitthvað? Já, Nei, ég með mjög dýrt shit, það er fyrir boring. En ok, er þetta ekki keppni það? Þetta er keppni, Unnar fær 1 stig. Þetta er sko, já, 400 M. Þú veist, pæli í þessu. Og þú veist... Það er svolítið mikið, sko. 400 M? Milljónir íslenskar. Ég byrjaði bara að hugsa þetta út að Daniel segir í laginu Þetta ekki fyrir ég kaupi Ferrari. Þannig hann þarf að vinna helviti, hann þarf að taka helviti mörg gig til að kaupa sér Ferrari. Þetta er dýr Ferrari, er ekki til eitthvað aðeins ótrúið? Jú. 400 M er En já, Daniel, ég ætla að hlusta þetta, jú, við höldum með þér, takk okkar rúndin þegar við kaupið LaFerrari. Já, ok. Fusashi Pegasus, vitið hvað það er? Nei, fokkanum. Hvað er þetta einhver bíll eða? Það er bíll eða ekki? Nei, Pegasus. það er keppnishestur. What the fuck? Þetta er Fusashi? Fusashi. Er þetta bara ekki þetta hesti? Nei, þetta er eitthvað, já. Eða hvort að hesturinn heitir bara þetta. Nei, þetta hlýtur að vera tegund. Já, við ykkur upp líka, maður sjá. Ég er með myndána mína. Okay. En þetta er þess að dýrasta dýr of all time. Þetta, maður sjá. Þetta er bara hestur, skilur, bara vel steraður upp. Er þetta einn hestur? Já. Og var hann einu sinni, hann er bara racing horse, hann er bara... Já, ég veit það ekki. Já, er þetta bara alvöru hestur? Já, þetta er bara alvöru hestur. Já, hann heitir... Þetta er ekki tegund, einn hestur sem heitir þetta. Já, ég held hann heitir þetta bara. Þetta er bara eins og einhver myndi kaupa bara hundi minn. Já. En þetta er eitthvað racing... Ég ætla ekki að gíska núna að byrja, ég ætla að segja að þetta er einhverja $1,000,000 líka, sko. Þetta er bara dýrasta dýr sem hefur einhvern veginn verið selt áður. Er ekki svona horse racing alveg... Þetta er dýrasta dýr? Já. Ekki hestur, bara dýr. Nei, bara dýr, já. Fuck, þá er þetta eitthvað crazy, sko. Ég ætla að segja... Og hann var keyptur af hæstaræktun á stöð Coolmore Stud. Þetta er greinlega, þetta er bara eitthvað crazy shit, sko. Fuck, ok, ég ætla að segja $6,000,000. Ok. Ég ætla að segja $12,000,000. Rétta svarið er $70 million. What the fuck? $70 million. Það er 8 milljarðar íslenskar, cirka. Þetta er sko, já, þetta er sko 8,8 M. Eða skilur, B. 8,8 B. Þetta er hestur. Pælið í þessu. Hæ? Hvað í fokkanum þessi hestur að fara að gera? 8 milljarðar. Skilur. Og svo pældi ég að hann tapar. En og hvernig getur þú unnið þetta upp? Það er ekki hægt. Hvernig er ræktunarstöð að græða? Þetta er bara klikka. Getur þú grætt á hann? Þetta er bara... Pældi ég að stela honum. Vel gert gæðan sem seldan maður. Hann var svo sannlega hlægjandi í bankan maður. Seljaði hest bara eitthvað. Shit, maður. Það var það bara brýtaður í drast bara. Já, þetta var vel steraður og mjólkaður. Já, vel steraður. Það var peptides, sko. Já, það var peptides. Þannig að, ok, fuck it. Það er Ingi vann þetta þá, já. Það er 1-1, já. En tók þetta stegi ekki vann, já. Hvað er marga atriði? Ég er með 5. Ok, þetta er skemmtilegt. Það er 3 eftir hérna. Ok. Nú, ok, Fulgor Nocturnus. Vitið hvað það er? Hvað getur ekki spurt eitthvað svona, hvað kostar? Já, þetta er allt með skutur. Þetta er penni. Já, dýrasti penni of all time. Ok. Og hvað heitir hann, segir þið? Fulgor Nocturnus. Þetta er eitthvað gríst eitthvað. Fulgor Nocturnus, ok. Ég held ég sé svona eitthvað dýrasti penni of, ég sá eitthvað $1 penni versus $1,000, $10,000. Ég held að ég held að sé ekki það dýrir. Ég held að sé ekki til, ég veit sko, ég ætla að segja bara $1,000. Það er samt ástæði fyrir að ég er með þetta á þessum lista, sko. Já. Ertu bara með eitthvað rándýrt? Ok, let's go, $10,000. $10,000, ok. Ég ætla að segja, fuck, hvað maður að segja. Ég ætla að segja, ég get alltaf verið bara lýsi og sagt bara meira. Hvað er það, 10,000? Já. Þá get ég spila þetta leiðilega og segja bara 11,000, en ég ætla ekki að gera þetta. Ég ætla að segja, ég ætla alveg að skjóta á sko $120,000. Ok, þið er að fara að vera sjokkt. Er þetta, árun að segja, er þetta nokkuð penni eitthvað frá fucking 1700 og eitthvað? Þetta er bara venlega penni. Ok, hvað kostar það? $8 million. Er það fucking grín? Næstu 1 milljarður íslenskra. Af hverju, hvað er anskotanum færði það át? Þetta er bara... Þetta er bara gað, þetta er bara styrk. Þetta er bara stúpid. $8 milljónir? Já. Milljarð, þetta er bara eins og, Þetta er bara galið. Hvað gerir þessi penni? Bara skrifa? Ég líka, já, bara, já. Í staðan fyrir að kaupa hús eða eitthvað svoleiðis, þá ertu að kaupa penna. Þetta er galið, sko. Já, þetta er smá. Penni, hvað er fokk að það að skrifa um þessu penna? Það fari í næsta árin ég krasa út. Ég líka googlaði, það var selt hennar penna á okkur svona, á okkur stöfi og það var bara svona private gæi sem að keypti þetta. Þú veist, það er ekki sem nafn á gæin. Bara unknown. Hann er bara það ríkur. Hann fæk ekki svona flexaði. Nei, hann er bara það ríkur, hann bara, þú veist, hann er bara eitthvað Shit. crazy. Skoðum með þetta, alltaf. Ok, næsta spurning.
Þessi smá skrítinn. Til, já. Ok, já, ég ætla bara að koma með það. Er þetta eitthvað kynlýstúka? Já, þetta er eitthvað svipa. Einal peptide eitthvað. Hvað kostaði limurinn hans Napoleon Bonaparte? Oh my god, ég held að hann var að fara að segja. Ég held að hann var að fara að segja eitthvað svona, hvað er dýrasti dildó eða eitthvað svona. Já, ég var að fara. Hvað sagði þér aftur? Ok, sko, Napoleon, þið veit ekki Bonaparte, já. Bonaparte. Já, þetta er einhver gamall gæði, sko. Þetta er gæði sem var yfir Fraklandi. Já, jú. Og það var, já, sem sagt, þegar hann dó, þá var vera eitthvað skiptunum, skilju, það var bara vera græjan og það köttað pennisinn af. Hvað veist þú það? Þannig að við strax stoppa, af hverju var það gert líka? Hvað snitting var eitthvað? Herru, pennisinn, tökum hann af. Það er samt, það var... Kannski vildi hann það? Já, gæðin var bara ekki skritin, hann langaði eiga til. Já, það var selt heilan hans, Einstein og eitthvað kætt, þetta eru svona frægi menn sem að það fokkaði mig upp, sko. En það var gæi sem hét John K. Latimer, sem var þekktur læknir á þessum tíma sem keypti þetta shit, árið 1977. 1977? Nei. Jú. Hvað ætlar hann að gera? Hann er búinn að vera, ég er með mynd á honum, sko. Hvað ætlar hann að gera með af tippinu? Nei, herri. Settu við mynd á tippinu? Settu á skjáin? Já, þetta lítur ekkit út á þessu tippi, sko, þetta er bara eitthvað, þetta er náttúrulega bara 300 ára gammal tippi, sko. Ég skil ekki hvernig það varð þetta, eða? Nei, þetta er mjög skrítið, sko. Þetta er bara skrítið. Þetta er bara penis. Hann er með svona safn heima á sér, já, henni tippi á, hvað, Napoleon. Já, þetta er voða skrítið, sko. Það er mjög nett, sko. Ég var til að tippa að syngja 69 á vegna mínu þegar þú er. Reynda, við þurfum að fara á tippasafni, boys. Já, shit, hann vloggar. Hver er með stæðilega að fara á tippasafni? Það er alveg human penis hann inni, sko. Já, ég veit það. Það er bara rosalegt, sko. Er ekki tippi á eigandanum? Jú, gæðin sem átti safni, hann eitthvað baði að hafa tippasafna þegar hann dó. What the fuck? Sorry, Tommy, þú hljómar aðeins og spenntur til þess að fara á tippasafni. Já, betur. Förum á tippasafni? Skoðum tippi. Napoleon. Hvað kostaði limurinn hans? Kostaði, þetta er 1977, hann dó 1800, þetta er alveg helviti. Já, þetta er mjög gamalt penis, sko. En ég ætla að segja, tippi, ég getur ekki verið mikið með þér. Þetta er tippi, sko. Ekki á Napoleon reyndar, hann er svolítið frægur gæði, sko. Ég ætla að segja $280,000. Ok. Ég ætla að segja, já, 1 million. Ok, ég er enda sjókt að sögðu svona mikið við þetta. Þetta var bara svona flip. $10, eitthvað svoleiðis. Nei, þetta er $3,000 en sem er cirka $20,000 í dag. Þannig bara 2,5 milljón eitthvað. Það er nú ekki mikið, maður. Napoleon myndi ekki vera sáttur, sko. Já. Ég myndi vera búist miklu meira. Já. Konum miljónir, sko. Frægur gæi, sko. En með að penni var seldur á $8 milljón, hvað er fokkana með þá tippið honum? Ég myndi persónulega borga alveg $10 milljónir fyrir tippi. En þú myndir frekar borga fyrir tippi, frekar köpa tippi en penna? Mér langar meiri tippi heldur en ebbi það. Ok. Fuck, get out. Tippastæmingin sem þætti? Já. Ok. En hver vann þetta þá eiginlega? Nei, það er ein eftir. Ég tók þetta stiga, ekki? Jú. Já, næ. Hver er staðan þá? Ég held að ég get jafna. Er hún ekki nei, byrju. Og farið spurningin þar. Fusashi, Pegasus. Nei, fyrsta var LaFerrari. Já, Ferrari, þá varst þú. Hesturinn var... Hestur var Ingi. Ok. Það ekki? Jú. Pennin? Ingi líka? Nei. Nei, Unnar, ok. Og limurinn var þú líka. Já, ok. Ég með 1 stig. Þannig, it's over. Þú getur klórað í bakanina með síðustu. Ok, Salvatore Mundi. Já. Kannastu við það? Já, málverk, já. Ok. Eftir hvern? Leonardo da Vinci. Boom. Nailed it. Þetta er dýrast, ég skal klára þetta bara. Þetta er dýrasta málverk sem hefur verið selt ever, ekki? Boom. Easy. Og það var hann Saudi-prins Mohammed bin Salman sem keypti þetta. Ok. Já, ok. Þetta er 500 ára gamalt. Já, ég man, það var árið 2018 eða ekki, eitthvað svoleiðis. Ég reynda að vita ekki, en jú, kannski. Já, örgulega hann. Ég man eftir svo frétt. Já, ég með það hérna. Við vippum málverkinu upp á skjáin.
Þetta er mjög ljótt málug, sko. Sorry. Hver á þetta að vera? Ég held Jesú Krist. Þetta er mynd af Jesú Krist. Ok, ég ætla ekki að segja Skulum ekki vera til að Jesú Kristina. Ég vil ekki dissa. Þetta er mynd af Jesú Krist, sem sagt, já, þetta er flott mynd. En hvað kostaði þetta málverk, boys? Ég ætla að segja... Þetta er alveg, þú veist, dýrasta málverk of all time, sko. Ég hef heyrt þessu upp að... 50 milljónir $. Ég hef heyrt þessu upp að ég held að þetta sé eitthvað staðar í bilinu $500 million, ég ætla að segja það. Unnar segir 500, Ingi segir 50, $450 million. Já, ég vissi. Hvað er það mikið, þannig að vitið hvað er mikið í íslensku? 50 miljardar eitthvað meira í dag, íslensku. 55 miljardar. 55 miljardar fyrir málverk. Það var bara eitthvað Saudi King sem var bara, ég ætla bara að kaupa þetta. Þetta er alltaf Leonardo da Vinci, sko. Ég ætla bara að kaupa þetta. Já, veist, Leonardo da Vinci, það er einn fucking meistari, sko. Það er bara... Hvað, svo fær hann ekki sem penningin var hann, en dáinn. Hver, reyndar, færðust fjölskyldan að staða þetta? Nei, þetta var keiftur af einhvern sem var nú búinn að kaupa af einhvern öðrum, ég veit ekki. Bara einhver af einhvern sem keifti þetta málverk bara fyrir lengu og bara fann þetta upp á háalofti. Mér finnst ekki nóg mikið tala Leo. Mér finnst hann vera svona einn af þeim, þú veist, það er talað Tesla, talað þennan. Hann var eitthvað svona stillingu bara í öllu, sko. Já, sturglaður, gera eitthvað flugvélar og mála og... Hver gerir Mona Lisa? Það var hann líka, já. Leonardo da Vinci. Mér finnst hann, sko, þú veist, allir sem málar, eitthvað svona Van Gogh og eitthvað svona, þetta er alveg flott, en þetta er ekki 450M flott, sorry. En hafið ekki séð listaverk í dag? Þetta er allt bara eitthvað... Ég fór listasögu áfanga í Vestló. Það sem ég lærði fullt af málverkum. Það var eitt skemmtilega sem gert þetta. Kennar er svo skemmtilegur, sko. Sjáðu þetta á Hallur. Kennar í Vestló. Og ég fór til Ítalíu. Er hann alltaf að halla? Halla sig? Comedy with Anki. Við fórum, skemmtilega við þetta, fólk í Vestló tengið við þetta, við fórum í sett eitthvað ferð til Ítalíu með þessum áfengum. Fórum í skólaferð til Ítalíu á skoða söfn. Já, partur af áfangunum var að fara til Ítalíu. Ég er fucking mindblown. Já, við fórum til Róm, Flórens og Milano, bara að skoða fucking málverk stittur okkur sitt. Vestló, maður. Já, þetta var galið það með, við þurftum alltaf að borga fyrir þetta, sko, það var ekki bara on the house, sko. En það er mitt, ég fekk mikinn áhuga bara á málverkum það, sko. Já, ég hef gaman að svona sitja, sko. Og það er, ef maður pælir í, sko, það er, málar eins og sem heitir eitthvað Vermeer, já, hann er miklu uppið mér, hollensku málari. Sumir, mér finnst ykkur ekki gali hvað sumir geta málað detailed flott málverk. Jú. Þú veist, það er alveg klikkað, sko, ég skal bara googla þetta, vippa upp á skjánina. Eitt málverk getur Vermeer, eða þið getur ekki bara googla, ég ætla að mun setja líka. Vermeer painting, þú veist, sjáu þið hvað þetta er detailed, veitu. Hann gerði þetta frækt sem þetta er mjög stelpan með perduvel, þetta er hérna alltaf miklu uppaldi. Hvernig fokkanum málar bara þetta, sjáu þið bara, hvernig málar er svona, ég er það með, þú góður að tekna að mála þrývitin hérna, en sjáu hvað þetta er dítið, þetta er mála árið sko 17 og svona bygglunar í þessu, sjáu bygglunar í þessu. Já, þetta er reyndar þetta er galið. Líka svona, að við ekki segja svona hvernig sérðu, hvernig vision eru þetta? Gerir svona sunlight, svona þegar sólinn skínur inn. Ég skil ekki hvernig getur manneskinn gert þetta bara, mér finnst það galið. Það er líka eitthvað svona, já, sjátt þetta málara, það er líka fun fact að Leonardo da Vinci var í einhver svona decade að mála Mona Lisu, eða mörg ári, það var eitthvað svona galið. En líka sjátt þetta Bob Ross, það er svona gæði sem að hann bara tekur kortir og er bara komið eitthvað crazy stuff. Ekki skemmtilega hvernig hann tala líka, sko. Já, hann er mjög relaxing gæði. Þetta var mjög skemmtilega við, ég segi að við komum áttum með þetta, sko. Þetta var bara gælsi liðið sem komum til að vera, sko. Peningar tala Tóma. Ég sé bara takk fyrir mig. Good job. Þú varst alltaf að fokka mér upp með þessu soundboardi. Ok, allavega. Ef að slæta inn í Satt eða logið. Yes sir, ég til að lokum stætti með Satt eða logið. Hann er alltaf skemmtilegur. Ok, slaka. Ég til Satt eða logið. Hann er miklu uppáldið á mér. Ok. Já, þetta er svona aftur svona staðarendir, sko. Keppni á milli Tomma, eða hvað? Er þetta keppni? Já, þetta er keppni. Keppni á milli Tomma og Unnars, bara já, þetta er þetta Satt eða logið? Þetta er annarkvort Satt eða logið. Ertu með þema þessu, varst ekki senast með eitthvað dýraþema? Já, með dýraþema. Þetta er ekki dýraþema, en það eru nokkuð. Penisþema? Ég veit ekki, þú ert eitthvað mikið að tala um penis í dag. Tippa þáttur miklu og skýra það. Nei. Satt eða logið, nei, það er ekki mikið að dýrum í, það er aldrei mikið að, það er alveg dýr í þessu, en þetta er ekki sérstaklega beint að dýrum. Ok. Herru. Myndum okkur í það. Satt eða logið, fiðrildi
geta smakkað með fótunum? Fiðrildi geta smakkað bara bragð með fótunum? Já. En þú veist, geta ég myndi að halda það. Geta borðað með fótunum? Þú veist, hvernig geta smakkað? Þetta er bara Ertu að tala um að ég geti til þess að náði snakk núna með tánum minni og rétt upp í munni? Ok, ég væri liðugur, ég get það ekki. Ertu að tala um þannig? Nei, smakkað. Þið bara finna bragð. Þú segir bara tásæn snertir bara snakkpoka. Já, þú bara finnur bara bragði. Það muni eftir í hérna COVID þegar allir voru að dífa eistunum sínum í sojasós og eitthvað. Já. Það voru að segja það að þú veist að maður gæti fundið bragð. Hæ? Ég prófaði þetta ekki sko. Varst þú? Jú, þú veist. Ég sá þetta på TikTok sko. Dífa eistunum? George Janko og Logan Paul gerði þetta. Einhvern tímann, en þetta var ekki satt greinlega. Þeir prófaði þetta og þeir voru bara settið í hérna appelsínusafa. Það var eitthvað galið. Það var ekki satt. Settu eistun sín í appelsínusafa? Já, og voru alveg eitthvað. Hversu heimskur getur það verið? Það var alltaf bara í COVID, þú veist. Menn voru bara going insane bara. Ég gerir fullt að shit í COVID sem ég má ekki segja frá þetta podcast. Nei. Já, þarna fyririldri, geta þið smakkað? Ég ætla að segja já, satt. Mér langar smá að segja satt líka og ég held að þú myndir ekki búið þetta til sko. Nei, þetta er svolítið nýs. Já, ég ætla að segja þetta sé satt líka. Ingi er svona dýralífsfræðingur sko. Þetta er satt. Já, ég skal vera þarna tilbúin á. Þetta var satt, það er ekki að smakka með fótunum. Já, ég veit ekki. En þannig að þú ert aftur með dýra þegar maður? Nei. En það eru... Það spyrjar á dýrum sko. Ég ger hana ennum alveg. Nei, þetta bara kemur. Þú ert eins og Ace Ventura, bara alltaf með eitthvað dýrum. Ég reyna að finna einhver facts, það kemur oft bara dýr. Þú veist, eitthvað dýrafacts. Það er mikið að dýrum. Það er mikið að dýrum til. Krókódílar geta klifrað upp tré. Er það satt eða logið? Það væri helvítið hart ef það getur gert það sko þeir. Maður hugsa krókódíla, hugsa maður ekki tré sko. Ég hef aldrei séð krókódíl klifra upp tré. En kannski einhverju tegundir af litlum krókódílum sem finnast eitthvað þar í Kákasusfjöllunum eða eitthvað. Kannski eitthvað svona tegund af krókódílum sem Kákasusfjöllunum? Nei, ég er bara að bylla. En já, þú veist, ég veit það ekki. Ég er fucking hræddur við krókódíla. Þetta er bara risaðar. Ég meina, hver er ekki sko? Eru ekki svona komin á risaðarinn? Er þetta ekki það dýr í heiminum sem er hvað líkast til risaðarinn? Það er mjög áhugavert, sko. Líka kjúklingur. Já, ég var að segja, er ekki T-Rex og kjúklingur? Það er með eitthvað svona 99% sama DNA eða eitthvað. Eru ekki jafn gamlir eða eitthvað? Nei, ég held að kjúlingar sé ekki það gamlir sko. What animal is closest to dinosaur? Ég ætla að segja það, sko, googla. Það er annarkvort krókódílar eða chicken sko. Þetta er birds, já, það er closest já, ok, það er bara eins og, kjúklingur er bird sko. Já. Crocodilians, crocodiles and alligators are closest living, dinosaurs. Har þið séð krókódíl in real life? Já, ég held það, ég fór til Florida eftir mann, einhver dýragarð. Ég fari í svona, þú veist, á svona bát í Florida og svona, hvað er það, svona Everglades eða eitthvað sem heitir. Og já, sé bara krókódíla in the wild. Það er það. Það er rosalegt sko. Ég myndi skýta á mig. Þegar ég var á svona bát þá voru bara 100 flugur, bara 1000, bara 1.000.000 flugur og ég var alltaf að fá því fucking, þú veist, bara svona, þú veist, eitthvað fucking, þú veist, augað og munnin og svona, bara eitthvað teipið, nei, bara eitthvað, fullt af flugum eitthvað út allt, inn í fucking eyrun og eitthvað bla, ég er að byrja það núna. En já, ok, það er geggjað. Þetta var saman, já, sorry. Þú veist að lengja söguna með að segja frá gett ómerkilum flugur. Ég fekk flugur í andlitið á báti, geggjað. En krókódílar er svona fucking nettdýr, ég gefa það, sko. Já, þeir eru netti, sko. Þeir eru ógeðslega cool, sko. En ég ætla að segja að þetta sé, ég finnst þetta eitthvað, fuck it, ég ætla að segja, kannski ekki, máttu gefa fram, er þetta alla krókódíla? Ég skrifaði bara krókódílar. Ok. Þannig ég ætla að segja náttúrulega það eru til marga tegundir af, eða það ekki? Jú, fullt. Ég ætla að segja þessi logið. Ok. Ég vil líka alltaf vera að segja saman já, sko. Ég skilji. Ég held að sé logið sann sko. Já, mátt segja saman. Já. Logið. Já. Þetta er satt. Nei. Þeir geta klifraði tré bara. Þannig það er bara nowhere to escape. Þú er bara fucked. Já, það er enginn að fara að segja með þannig þessi stóru feiti krókódílar. Nei, ég held að þeir geta ekki sko. En já, einhverju svona kúk í mig myndi koma stór krókódíl hleypur bara upp í tré og hann kemur bara. Já, það er fucked sko. Heyrðu, þetta er ekki dýratengt Nintendo var stofnað 1889. Já. Þetta var bæði satt, þetta er logið, já, ég veit, þetta er strax logið. Ég ætla að segja satt.
Ok. Þetta satt. Hæ? 1800? Ég vissi þetta. Ég held að þeir lying piece of shit. Byrjuðu ekki á tölvuleikjum eða eitthvað. Já, þeir byrjuðu bara hvað, að selja eitthvað hei og eitthvað. Já, maður sjá, ég ætla að googla þetta núna bara. What the fuck, það náttúrulega crazy. Ég man ekki alveg hvað ég byrjaði að selja. Þú veist hvort það var bara... En ég sjá það Nintendo, ég spilaði mikið Wii, sko. Spilaði þegar Wii? Já, fullt, sko. Áttur Wii? Já. Já, ok. Líka ég á svona gamla Nintendo tölvu. Einhverjum 500 leikjum á. Nintendo DS eða svona. Já. Ógeðslega gaman. Began in 1889 with handmade Hanafuda playing cards. Playing cards, já. Ok, það er enda mega sens. Það er crazy, sko. Já, þetta er satt. Er þetta ekki japanskt? Hvað er staðan? Jú. Sagðið þú ekki... Er ekki 1-0 fyrir mér? Sagðið logið? Ég sagði satt, logið. Við erum búin að segja það saman fyrir allt, sko. Nema núna? Nei, já. Sagðið krókudílinn var logið? Já. Ok, þá... Við fengum það var bara 1-0. Nei, var ekki rétt hjá okkur í byrjun? Við sögum bara satt og það var satt. Já, ok. Ég smakka með fótunum. Sögum við ekki satt þar? Jú. Þetta er 2-1 þá. Já, ok. 2-1. Ok. 2-1. Ég vona að hlustandi þetta ekki ránt en annað. Saman bara. Ég held þér rétt. Mount Everest er loka á næturnar. Það er loka á næturnar. Þetta getur lokað fjalli, jú, en þú veist, tala um eitthvað svona gönguleiðarnar. Þetta er skrítið fact. Jú, ég ætla að segja þetta sé satt. Þú mátt ekki vera að labba þarna á kvöld á nótt þegar það er dimmt, það er bara alltaf hættulegt, sko, sérði ekki nógu vel. Já. En allir sem að gera þetta eru klikkaðir, sko. Já. Bara hvað ert að gera? Klifur á Mount Everest, maður. Myndi ekki að gera þetta? Er bara aldrei, ekki síðan. Ekki? Nei. En þú veist, en þið eru bara, nei, ok, ég ætla að segja þið eru gamlir. Ég aldrei fara í eitthvað svona háskaför, sko. Ég, sko, já. Ég fíla alveg fjallgöngur og svona, en ekki svona extreme, sko. Menn sem að fara í svona tætt staði í fjöllunum. Já, hvað ert að gera, maður? Tengt minna við. Og líka alveg svona, kafa ekki einhverjum helli, bara svona, sko, fríka mig nógu mikið út að bara kafa yfir höfuð, en að kafa í einhverjum helli, það bara gjörsamlega hann að misturinn mig, sko. Fuck off. Ég er bara ekki að gera það. Hvernig finnst þetta skemmtilegt? Hvað færðu úr þessum er? Þetta er bara eitthvað... Það er svona gaurið sem að crawling einhverjum göngu og svona, yeah, I'm gonna see if I can squeeze my thumb in here. Gleymdu. Got one thumb in, whole body to go, svona, bara reyna að drepa það, sko. En loka á nætunar, þú veist... Jú, þú veist, það er alveg líklegt að það sé satt. What are you gonna say, Tommy boy? Ég er að segja satt. Satt. Þetta er untrue er þetta. Það er greinilega bara opið 24/7. Þú mátt bara klifra þetta sem er. Já, það er samt, það er auðvitað eða eitthvað vont við okkur, þá er Já, það er allt tengt einhverjum spám og svona. Þetta er náttúrulega loka alla nætur, skilur. Viltu vera að klifra upp Everest í bara neða myrkri eða? Það er ekki þeir taka bara eitthvað vasaljós eða eitthvað. Já, reynda þeir eru með ljós. Svona ljós hérna á hausnum en eitthvað. Tilbúin. Mörgæsir finna sér maka sem þeir hlæja með mest. What the fuck? Er þetta allt bara eiginlega dýr? Þetta er eiginlega tvö sem er ekki búin að vera dýr, sko. En málið er, þetta er ekki, þegar ég segi maka, þá er ég ekki að tala þú veist, hanna maka sem þeir eignast hanna ef að vinir þá þetta er bara, þeir bara velja vin sem þeir hlæja mest með. Ok. Þú veist, ok, þeir velja sér vin það er önnur staðar inn í standin, þú tók beislega að segja að mörgja sér hlæja. Já, reynda. Já, ég veit ekki við erum að gera ráð fyrir því, sko. Vorum við það hlýtur þá að vera, kannski einhvern sérstaklega mörgja sér hlátur. En þú veist, ég er aldrei pælt í því að hlæja dýr. Já, ég myndi pælt, þetta er það góð. Ég er alltaf að segja einhver joke með hundi minn, sko. Hún fer alltaf að hlæja. Ok. Finnst dýrum gaman á lífinu? Við erum komin í þessu saman sláturstóttir. Hundurinn minn tók svona zoomies daginn. Bara allt í einu, hún nýbúin í klippingu og hún gæti ekki séð, skilur, bara hárinu fyrir, hún bara tók bara bara í stofinu, bara fram og tilbaka, sama leið alltaf. Þetta er svona að pæla hlæja dýr. Já, höfrungar og svona, ég held, apar, ég held að... Ég meina, höfrungar tala saman, sko. Já, voru með nöfn og okkar. Ég held að þeir hlæja, sko, einmitt svona öðruvísins hátt. En þú veist, eins og kettir, ég meina,
Hvað finnst köttum vera að fyndið? Já, þeir eru alltaf með saman fílusöfn á sér. Hundar eru alveg svona glaðir, sko. Hundar, hvað finnst þeim vera að fyndið? Þeir hlæja alveg, já, ég veit það ekki. Það er alveg skrítið pæling. Ég með dýr séu með húmor, þetta er mjög góð. Já, þetta er alveg djúpt, sko. Já, þetta er wow. En ok, mörgir sem hlæja greinlega, það er allan eitt dýr, ef þetta er satt. Þetta er alveg flókið. Fuck it, ég ætla að segja bara quickfire, nei, þetta er ekki rétt. Ég held að segja þessi satt, ég ætla að, já, fuck it. Hvað er staðan? Það er 2-1, en 2-1 Tomma, já. Þetta er, þú segir... Þetta er ekki rétt. Ég segi satt. Þetta er ekki satt. Nice. Því miður. Þannig mörgir sem hlæja. Nei, þetta er ekki satt. Nei, já, djók. Þetta er bara meira. Björnum bara til, já. Ok. Gíraffar. Oh my god. Bro, come on. Hvað meinar þú ekki dýralíf? Þetta gæti heita bara dýrahotnið að syngja. Já, þetta er bara eitthvað dýralíf. Ingi talar dýr. Nei, það kemur bara dýr upp. Það er að reyna að finna ykkur fact. Það kemur bara dýr eftir dýr. Reyndar, það kemur ekki dýr, það kemur bara eitthvað boring shit, sko. En þarna, já, gíraffar sofa standandi til að dreyma lengur. Þetta er líka alltaf skrítin fact. Sofa standandi til að dreyma lengur? Hæ? Þetta er eitthvað ég trúi alveg sofa standandi en til að dreyma lengur mjög skrítið. Aftur, ef þetta er satt, af hverju fokkanum skiptir þetta máli? Og líka hvernig funduðu þetta út? Já, þú veist einmitt, hver er að finna út af þessu? Þessi scientistar finna allt út. Saman hvað það er, sko. Bara einhver rannsóknargæði eitthvað í Illinois University bara, herðu, ég kom með nýja rannsókn sem langar að gera. Ég ætla að rannsaka hvort að gíraffar sofa lengur til að dreyma. Þetta bara dreyma til að sofa lengur, sofa standandi til að dreyma. Já, ósað skilja. Þá myndi ég bara senda þann gæði beintin á spítala, sko. Gæði, þú átt að taka pásu, George. Þú átt ekki lengur að gera rannsókn, sko. Og finna eitthvað betra að gera, sko. Ég ætla að segja þetta sé eitthvað sem Ingi bjó til, sko. Já, þetta getur ekki, ég ætla að segja þetta sé logið líka. Þetta er logið. Ok, það er eins gott, sko. Fækst ekki stig senast? Jú, en þú ert komið með 4-1, nei 4-2 núna. 4-2, já. Ok. 4-2? Já. Ok. Vann þetta, er þetta búið? Já, þetta er búið. Að ég henda einn ína? Hvað, ertu með eitthvað fleiri? Ég er með eitt sem ég ætla bara að segja. Ok. Þarna höfrungar fara af svona pufferfish og svona goggian svona allir saman til þess að verða high. Já, jú, ég held ég sé þetta ekki. Þetta er satt, sko. Hvað er pufferfish aftur? Þetta er svona, hafa ekki segið Svamp Sveinsson. Þetta er svona með fyllt af svona broddum. Broddum, hvernig verða þær high, sant? Þeir svona... Það er eitthvað eitur í þeim. Já, þeir lýsa eitthvað toxin. Já, þetta er svona gaddafiskar einhverjir. Þetta er eitthvað svona, eitur sem að, já, þú ferði í einhverja vímu. Þeir, þú veist, bara kom allir, kannski 4 eða eitthvað og bara, búm, íti hann þangað til að hann verður allir svona eins og hann að bladra og þá kemur eitthvað svona gas úr honum sem að þeir verða bara freðnir af eða eitthvað. Það er eitthvað góð punktur. Dýr, þú veist, fari í vímu, þú veist, það er eitthvað svona. Við höfum að googla þetta eftir þáttum bara svona hvað dýr fari í vímu og hvernig gera það. Já, það er eitthvað svona apa sem að borða eitthvað sveppi, eitthvað froska sem að gera þetta. Já, reynda, haldið eins og svona björn, hvað sem eins og birnir bara. Þegar þeir eru náttúrulega alltaf í svona, nei, í skóginum og finna einhverja sveppi og bara borða það og svo verða það bara svona ber, eitthvað eitur ber. Það eru fullt af einhverjum dýri sem að gera það, sko. Já, það eru bara óvart líka fullt af þannig. Já, greiði maður. En þarna, ok, þetta var greiði dýri. Þetta var helgaða þáttur. Ég reyna að koma næst ekki með dýr. Já, reynda, ég ætla að skora á þér, reynda að koma ekki tengt í og mátti koma með dýr. Við tölum alltaf mikið um dýri sem þetta og það er oftast neikvægt, sko. Já, Animal Lover, við erum alveg búin að fara það er bara alltaf læg. Nei, ég er bara með þætt á Rúf það sem voru að skoða eitthvað dýr, sko. Já, Rúf, please, það var þetta gegja. Rúf, þú ert að pæla í einhverju, þá hit me up. Þú ert að pæla í einhverju. Ég fyrir bara eitthvað til Australia, ok, we gotta rattlesnake. Já, sko, þetta er skemmtilega. En ég skoraði næstur út með lið að reyna að hafa, ekki reyna, bara banna að hafa eitthvað til þeim dýrum. Þú voru að svitna að skjóða þetta. Ég gerði þetta
og það kom eiginlega alltaf bara eitthvað dýr og svo kom eitthvað svo þegar ég gerði don't do animals þá kom bara eitthvað Apple did this og það kom ósloft Ísland Ísland slekkur á norðurljósunum en ok mér langar að tala með eitt ætlu við að taka podcasti Bíbústa næst hvað er næsta þetta? Í 10. þætti ekki næst, það er 9. ég held að náðum ekki næst sko. Ok, hvað er að tala þar næst? Þar næst allavega einhvern tímann í mæ vonandi ég vil eiginlega lofa þið sko jú, við getum lofað þið það verður þáttur í bústanum í mæ shit ekki vera bara svona bara chillir en heyrðu, bara þakka ykkur kærlega fyrir að hlusta er þetta búið? Elsku GSM fam, minn ykkur á að follow okkur á Spotify það var hellað follow, share, comment, like endilega posta einhverju klippum á TikTok já, menna, edits við kveitum einhverja unglið sem er eitthvað prófa þess áfram að klippa prófa hendi í GSM, görum við stæla edit við erum gaman að því við hendum í like og repost og allt like, repost, story en gleðilega mánudag við elskum ykkur öll GSM gang og peace and love we are out